Gríðarlega vinsælt hér í sumar. Þetta Rudimental með Waiting All Night. Virkilega flott lag. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan mánudaginn. Björn Bragi ekki með mér í dag en þið þurfið ekki að örvænta því að hinn eiturharði ungi Lemon Boy, Nonni Tattoo, Nonni Plugger mættur í stúdíóið. Vertu velkominn, herra Ísland. Takk fyrir það kærlega. Hvernig ertu þennan mánudaginn? Ég góður sko. Já, ég sé það, þú ert svo nýr. Já, ég eins og nýr. Þú átt góða helgi. Hún var mjög góð helgin sko. Já. Hvað gerður helgina? Ekkert á föstudaginn, var aðeins að jafna mig eftir 50 dags. Já, ég frétti þetta að það er ofurölvi á 50. Ég ekki ofurölvi, ég var í stuði. Það maður heyrir það. Ég hendi mér á austur við félagarnir og Ingo spilaði nokkur óskóla fyrir okkur. Já, varst ekki mammali? Jú, mitt litla fyrirtæki Ísland var einsás. Já, þá er náttúrulega að gera hendi í partí. Að gera hendi í partí, maður er ekki oft að ansið langt ég var einsás. Já, ég get líka ekki verið að rakka niður afmæli, sko. Nei, rólega það, heldur bara þriggja daga veistlu, bara, hvað varst ekki, 33 síðast eitthvað? Já, takk. En föstudagur ekki neitt, laugardag hendi ég mér á hótel Rangá. Já, ok. Það var bara næs. Kósi heit bara. Bara kósi heit og svona heilt yfir helgin rólega fyrir þetta 15 sko. Fyrir þetta 15. Já, var ekki stemmingsand á 15? Já, bara heljarna gleði. Vorum á Dolly í stuði og svo hendu okkur yfir á austur í kassagítar og eitthvað. The Weather God. The Weather God. Hann er frábær með kassagítarinn. Já, hann er alltaf góður. Þannig en þú, hvernig var þín helgi? Herðu, veist það, ég nú ekki þín einu meistaramáni en það er bara svo mikið að gera það ég hef bara búin að vera rólegur allan þennan mánuð. Já. Þetta er helfeskur hérna á mánudegi. Já, ég sé það maður. Já. Ég var ekki feskur á föstudaginn, ég er helfeskur í dag. Búin að henda mér í ræktinu og svona svitna þess. Það er glæsilegt. En náttúrulega ekki meistaramáni, ég er í meistaraári, Auðun Blöndal. Já, það eru meistaraár, meistaralíf bara, er það ekki bara betra? Jó, meistaralíf, þarna. Já, en við erum með frábæran þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Eina sem sko, það reyndar ekkert í þættunum sem að tengist landsleiknum en það kemst fátt annað að hjá manni bara. Ég er búin að stressa bara sína föstudaginn. Já, það er alveg sama inn á hvaða miðil þú ferð. Það er allstað að vera að fjalla um landsleikin. Já. Náttúrulega viðtöl bara við strákar allstaðar. Já, það var bara eftir að tala við frændans Gylfa sko. Já. Og það er búið að tala við alla og allt annað með einhvern veginn, þú getur ekki flúið til landsleikin. En það var ekkert eðlilega gaman á föstudaginn. Já, stórkostlega og þvílík stemming á vellinum. Ég held með í maganum að þegar við klúðurum einhvern 2, 3, 4 dauðafærum í fyrirhálfleik. Já, gott að fá mark snemma þarna. Já, og bæði mörkin eitthvað svona pínu slísaleg sko. Já. Það er drullu sama. Það er drullu sama, já. Þannig að ég hlakka mikið til á morgun. Já, en ég er stressaður. Ég svitna við að hugsa. Já, ég horfi oft á fótboltaleiki með þér. Þú ert nú bara stressaðasta, þunglindasta, neikvæðasta manneskja í heimi oft. Þannig að hvernig almáttu, hvernig verður á morgun? Þar til við skorum. Þar til við skorum, já. En ef Slóvenir tapa í Sviss, þá skiptir þetta engum máli. Ég held samt að það sé ekkert að fara að gerast. Það er að versta sko. Sviss er að pakka þeim saman. Ég held það. En Sviss eru öruggir. Þeir hafa engu að keppa. Ég meina hvað heldur að líklegt að Sviss ég að fara að mæta þarna á síðasta heimaleikinn bara til að tapa fyrir Slóvenum bara að því bara. Nei, reyndar. Reyndar ekki sko. Þetta er betra að treysta sjálfan sig. Já, sjálfsög við gerum það. Já. Ég líka sko, ég var að skoða þetta norska lið. Já. Við hefum alveg bara léttilega ekki dunnið þetta lið. Við erum með miklu betra lið. Já, eina sem að grænjar í dag er þessi leikur sem tapast út í kýpur og eitthvað svona ógeð. Já, að því er ekki að vera að hengja haus. Nei, við vinnum bara að leika morgun. Það er hárrétt en við erum með fanta góðan þáttandekur í dag, kæru hlustundur. Við ætlum að vera með sturlaðar staðreyndir. Við ætlum að fara í Enginn segir. Þannig ef þú átt eitthvað gott handa okkur, kæru hlustandi, endilega senda það inn á Twitterin hjá mér, @b eða inn á Facebooki okkar, FM95 Blöð síðuna. Og þeir sem ekki búin að læka FM95 Blöð á Facebook, drífið í því núna. Svo erum við með Barnalandi á sínum stað, það er flottulagakeppnin, skemmtilegt þema er flottulagakeppnin í dag. Já, mjög. Við ætlum að taka... Hvernig fór þetta síðast? Rólu, fyrsta keppnin sem var vinnur. Það var aldrei henni flottulega áður. En þema í dag er uppáhaldslægið þitt, árið sem þú fékkst bílpróf. Já, þú elskar þetta tímaflakk, því að það er svo langt í mig. Veistu okkur ég vil fara í tímaflakkið? Af því að það er ekki hægt að finna lög sem voru vinsæli þegar þú fékkst bílpróf í góðum gæðum. Já, ég með á kassettu út í bíl. Ég veit í sjálfum. Það hjálpar. Ég er að velja lag sem að mæður stelpna sem að hlusta á núna og að jamma þau sko. Hvernig fékkstu bílpróf? 1991. 91 var það bílpróf? 1991. Hvað, 23 ár síðan? Þessi sviðbjöðum. Herri, ég ætla ekki að fara að draga niður hérna fyrir þáttan. Nei, það er sólskín úti. Það er sólskín og landin er í stuði. Fólk býður eftir landsleiknum og við ætlum að reyna að stytta ykkur biðina næstu 2 tíma. Skemmtilegum þætti. Byrjum hér á grjóthörðulagi sem heitir Midnight City. Ég tapaði með þessu lagi en daginn.
Í flottur að kemna. Með þessu lagi? Já. Mér minni það. Það var ekki Kavinsky? Það var Kavinsky. Alveg rétt. Þess. Tjekkum á þessu. Oktober og við Jón Gunnar Geirdal í þínum gýr. Verðum það alveg til 6 í dag. Líka glampandi sólskinn. Já, bara fínasta við, 10 stað hitti og sól. Ekki grátt. Nei, þetta svona... Fegin því. Já, það er einhver svona birta og lífsgleði í gangi. Já. Og ég fíla það. En það er eins og að koma að slúðri hér í FM 95 Blu og ég er með ágæti slúður handa ykkur, kæru hlustendur. Já, mér er það svolítið skemmtilegt slúður. Ok. Byrja á Justin Bieber, ekki fyrsta sinn og örugglega ekki síðasta sinn sem hann er í slúðurpakka hérna hjá okkur. Stórvinnur okkar. Já, hann er samt, við nú rætta, ég er nú alveg í Team Bieber sko. Já, mjög gaman. En hann er aðeins að tapa sér. Já. Það er bara þannig. Og nú síðast helgina, hann var í Suður Kóru á einhverjum skemmtistað eða hvort að, já, South Korea Night Club og þar sem sagt er einhver DJ sem er vist eitthvað þekktur í DJ-bransanum og já, hann var svona að dansa hjá honum og var að biðja hann að spila meiri poptónlist og önnur lög heldur hann var að spila og DJ-in neitaði honum, hafði engan áhuga á því að spila lögin sem að Justin Bieber vildi heyra. Og já, það endaði þannig að Justin Bieber hann kýldi umboðsmannins og það urðu þarna einhver læti. Justin Bieber stóð þarna með derhúi, sólgliru, með keðjur og bera ofan. Að þeim fekk ekki óskalög? Já, þetta minnir svolítið á fyrirliða Liverpool, Steven Gerrard sem ákvaða að kýla eitt sem vildi ekki spila Phil Collins. Já. Sem er enda strax skiljanlegra því að Phil Collins er þvílíkur tónlistarmaður. Já, ég sammála því. Veit ekki hvort það hendir í hans samt á balli, sko. Nei, það er einhver uppáhaldslína mín í 30 Rock, þegar Alec Baldwin var spurði, ég á 2 miða hérna á Phil Collins, fílaðu Phil Collins? I've got 2 ears and a heart, don't I? Bara með 2 eyru og hjarta og fílaðu Phil Collins. Frábæð gamanleikar, Alec Baldwin. Wow. Snillingur, ég saknaði þeirra að þetta. Þeir enda voru aðeins byrjað að tala síðust sér innan. 30 Rock er stórkostlega serja. En Justin Bieber, já, það er líka annað sko, ég er að sjá mikið að myndum af honum á netinu, þar sem hann er á jamminu og svona. Hann vilist hata bóli og peysur. Já, alltaf bera ofan. Já, búin að reyndar, setja á sig nokkuð kíló af kjöti og þarf að sýna þau enn. Já, en slökum aðeins á, verður bara í ból? Er ekkert Brad Pitt bera hann ofan alls þar? Nei, ég meina að nú átti Ísland eins á sammála 15, varstu bera ofan? Nei, ég minni því, ég er mjög lítið verið að vinna með það sístu 20 ára, verið að bera ofan þegar að fá mér, sko. Ég þekki eins og að menn sem er alltaf að rífa svo úr, sko. Já, en þú dansað það mikið þegar þú átti á jamminu, það myndi henda þér ágætlega vera að bera ofan. Já, ég þyrfti að vera með nokkra bóli með mér. Verða vel blautir. Já, takk fyrir. Randsettin Geirdal þetta á dansskóli? Já, dansa eitt, bera ofan að kýla umbóðsmenn að þið fikk ekki óskalag, slökum aðeins. Hann er bara 19 ára, en það er ekki þetta vel að svo baka það endalust. Þú veist að haga þér svo maður, ég þekki 19 ára fólk sem er ekki að tapa sér, sko. Já, sem er ekki að míga í fötur og hrækja aðdándur. Nei, minna ég því bara eða ekkert, sko. Það er langt sinni að fengum einhverja góða frétta Bieber, hann er reyndar og eiga það strákun, hann er duglegur að hjálpa, sem sagt, hann er sá öflugast í Make-A-Wish Foundation, ég sá þá frétt daginn, þannig að hann gerir nú gott líka. Já, hann fer og hilsar upp á úlinga og börn og svona. Hann er bara í ómögli stuðan í Suður Kóru? Já, hann verðist, sko, ég líka má lesa það einhvers þar að umbóðsmaðurinn hans vill að hann fari í meðferð, hann verðist höndla illa að djammið, kallinn. Já. En svo er það annað sem, að næsta slúður sem að mér finnst mjög skemmtilegt og hér er verið að fara svona yfir celebrity pör, eða celebrity couple sem stendur hérna, sem að kannski ekkit allir vissu að hefðu verið saman. Ok. Og ég til dæmis vissi ekki að Charlie Sheen og Winona Ryder, þau voru par hérna í gamla daga. Æ, ég veist ekki. Nei, og áður en Winona Ryder byrjaði með Charlie Sheen, að þá var, þá hét hún og heitir í rauninni Winona Horowitz. Já, sem er mjög grípandi. Já, en hún var alltaf að hlusta á lagið Riders in the Storm og Charlie Sheen byrjaði svo að kalla hana, að því hún var alltaf að hlusta á þetta lag, byrjaði að kalla hana bara Winona Ryder og henni fannst það flott að
hún ákvað að hafa það bara svona sem stjörnur af þessu. Reality Bites og Winona Horowitz. Charlie Sheen, hann hjálpaði henni á sín tíma. Já. Ég hef að hann hafi hjálpað mörgum en hann hjálpaði greinilega Winona Ryder þannig með eftirnafnið. Það rætti svona stórlinga frábært lag. Já, þetta er geggilega. Og það er enda langt sem að sá eitthvað gott með Winona Ryder, en ég vissi ekki að hún hefði verið með Charlie Sheen, nú veitum við það. Og árið 2001 þá voru Harrison Ford og Minnie Driver að hittast. Ok. Fordarinn Harður? Já, þau voru saman í einhverja mánuði. Jessica Alba og Mark Wahlberg, þau voru að hittast árið 2003. Já. Þetta vissi ég til dæmis ekki. Alba maður, Já, Jésús. Svo falleg maður. Sin City maður, ég táraðist. Já, bara ekkert, vildi hún væri bara kona mín. En hún var með Mark Wahlberg. Það væri nú celebrity couple maður. Auðun Blondell og Jessica Alba. Já, ég þyrfti að vera búin að erfa einhverjar eigur og eitthvað til að geta náttúrulega. Við erum bara færið það. Já, svo 1997, þá var Matt Damon og Claire Danes, þá voru þau að hittast. Já, ok. Daniel Craig, hann var að hitta Kate Moss árið 2004, vissum þá voru að því. Bond. Sjálfur James Bond og hittast að fyrirsætta Bretlands. Já. Það hefur rándýrspar. Gerir þetta ekkert fyrir mig sko, en hún er töffari. Já, hún það er eitthvað svalt við hana samt ekki. Já, hún er svakalega töffari sko. Já. Má ég hafa það. En ég meina, hún var líka að hitta hérna gaurinn í Baby Shambles hérna, viðbjóðun, heroinfíkilinn, sko. Já. Hvað heitir sá auðmiki? Doherty, það ekki? Já, Pete Doherty. Pete Doherty, já. Hann er alveg með þetta. Þú líka djöfusis auðmiki og ræðvill maður. Og hann er að draga fullt af, sko, stelpum bara í svaði með sér. Já, bara róni, sko. Bara auðmiki. Já, skelvilegt, sko. Þú líkur ræðvill maður. Hérna, ég byrst afsökunni að það er einhver að núti sem rættir hann. Þetta er bara mín skoðun á manninum og ég hef rétt á hann. Og svo hérna í lokin að þá var hún Drew Barrymore, hún átti í sambandi við Ed Westwick sem að leikur einmitt í Gossip Girl sem kom inn til Íslands. Já, alveg rétt. Leikur hérna Chuck. Já, hann var í stuðið þá heima. Já, þau voru sem sagt að hittast 2008, þá var hún 33 og hann 21 árs. Já. Það er svona hellingur af stjörnum sem hafa verið hittast á þess að... Já. Þetta er að taka íslenska snúning á þessu. Já, hvað? Íslensk celebrity sem voru að deyta ekkert í mann. Já, það er þó... Það er ekki helling af einhverju mjög skemmtilega. Já, Björn Jörundur og hún hérna... Nei, hvað heitir hún aftur hérna? Dóttir... Kolfinna? Já, Kolfinna Baldvins og fullt að einhverju svona. Þetta var slúðurpakki dagsins, var hann ekki... Það var bara búið? Já, ok. Bara 2 fréttir í dag. Bieber og date. Já, svo reyndar hérna Jay-Z, hann tók lestin á tónleikarnir sín í London helgina og það eru myndir að því, hann og Chris Martin. Nei. Það voru bara 2 félagarnir og ákvaða að mingla við liðið sem var á leiðin á tónleikarna. Tókuðu túbuna? Já. Nei. Það eru fullt af myndum í þetta, þar sem þeir eru bara að spjalla við liðið. Djöfull er það flott maður. Já, menn verða ekkert mikið svalað en Jay-Z. Nei. Það var slúðurbakki dagsins. Fín. Takk fyrir mig. FM 957 og Stöð 3 bjóða þér notalegri kvöldstundir í sófanum heima í vetur. Komdu inn á heimasíðu fm957.is og taktu þátt í laufléttum leik þar sem velunin eru ekki að verri endan. Áskrift að Stöð 3, Krakkastöðinni og tónlist.is út árið 2013. Pizzuveisla fyrir alla fjölskylduna frá Dominos og kassi af Coca-Cola. Í október draugum út nokkra heppna sem næla sér í þennan glæsilega pakka. Eigðu notalegri kvöldstundur í vetur með FM 957 og Stöð 3. Á bensínstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Hefurðu kynnt þér 1590 króna tilboð Dominos? Þú sækir stóra pítsu með 2 álagstegundum af eigin vali fyrir 1590 krónur. Pantaðu pítsuna með appi á dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Noreg og Ísland í beinni og 5 Carlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðarkór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistastöðin FM 957. Flott lag og verður einhvern veginn bara flottra við hverja hlustun, svo með þá. Þetta er mjög gott lag. Já, þetta er svona old school hip-hop hjá hann. Ég var ekki viss fyrst. Nei. En þetta vinnur vel á. Já, ég sammála því. Það verður flottra við hverja hlustun. Já. Og, En meira með töffari. Já, en snillingur stýttist hér í Sturla staðarendir og enginn segir. Hvet ykkur endilega til að senda inn á Twitterin hjá okkur, eða bara inn á Twitter með fyrirsögnin enginn segir. Og eða inn á Facebooki okkar, en við ætlum að ræða núna, Jón Gunnar,
Já, það einhvern veginn allir að posta myndum af þessu. Þetta svo mikill viðbjóð. Það komið eitthvað nýtt eiturlyf sem heitir Krokodil, eða Krokodil. Já, og þessar myndir, drengur. Þetta bara, það verið að posta þessu allt Facebookið og ég fæ bara svona... En hverjum dettur í huga að setja þetta ofan í sig? Já, fyrir utan það, sko. Sem betur verið þá hefur nú áfengið nægt mér í gegnum tíðina. Já. Og mér, sem betur fyrir. Já, en sko þegar kemur ég bara skil ekki eftir að hafa séð myndirnar af þessu og að fólk þekkir aukaverkanirnar af þessu að það sko láta þetta ofan í sig. Ég er ekki húðin að flettast að, þetta svona einhver, þessar myndir eru bara þetta ógist að sé sko. Já, segðu þetta, þessi var bara að taka svona puttan af sér. Já. Hann var laus. Þess að henda þessu í gang helgina. Já, hvernig líka bara þú átt að vestlaðar hann, þú yfirsins viðbjóð, bara herru, hvað hvað kostar þetta? Er þetta 13 skall? Já, er einhverjar aukaverkanir á þessu það? Já, svona skinnið það flagnar að þér og þú missir putt á eitthvað. Já, ekkert annað það. Nei, annars ferskuð bara. Ég næs ekki, hvar byrjar áhugin á að henda þess í sig, sko? Þetta er ógeðs, það myndir yfir hræðilega, sko. Já, og ég vil líka bara fá þetta að Facebook, því að ég fæ bara í svona... Já, annars tekur Zuckerberg út, sko. Já, þetta er fylgur viðbjóð. Skelfilegt, sko. En þetta er vist eitthvað nýtt æði í þessum ógeðs heimi í dag. Já, en ég skil, hvernig verður æði fyrir ykkur svona? Þú veist, í alvörunni? Ég er með þetta fram að mér. Nýjunga getni fólki að prófa, já, þú veist, við minna almátt. Það er sko myndin á hand.is, fólk, þetta er alveg sko... Það vantar handleggin á hana. Þetta er skelfilegt, hvernig þetta er æði fyrir ykkur svona? Ég skil það ekki. Nei, ég næði bara ekki. Þetta er svona... Nýjunga getni, já, ég ætla að henda ykkur í mig og missa putta. Og hálfan handleggin kannski, jafnvel. Þetta er ógeðslegt og það þarf ekkert að ræða þetta neitt meira. Þetta er alveg, þetta er hryllingur. Já, en ég fór á bíómynd fyrir helgi á 5. Hvað fórstu að sjá? Ég fór að sjá Rush, sem er núna í bíó. Við erum mikli bíómenn. Já, miklir kvikmyndaðdáendur og unnendur og þetta er bíómynd sem ég mæli hiklaust með. Já, ég ætla að sjá hann í kvöld. Já, blöðgefurinn 4 stjörnur. Það er ekkert annað. Þetta er bara með betri myndir sem ég sé lengi og þegar ég kom heim, hún var búinn, hún er svolítið löng, eða samt ekkert, hún líður, finnur aldrei fyrir því, sko. Okay. Ég held hún sé 2,5 eða eitthvað og þegar ég kom heim, þá var ég á klukkan eitthvað 1 eitthvað, þá var ég samt, þá fór ég á YouTube og skrifaði sem sagt Niki Lauda og þá var svona heimildamynd þessa félag ekki? Já, þetta ár sem þetta er talið bara eitt mest spennandi ár í sögu formúlu. Okay. Og myndin einhvern veginn var magnar eftir að sé heimildamyndina. Því að þeir náðu þessu upp á 10. Gaurinn sem leikur Niki Lauda er alveg eins og líka sem leikur hinn. Ætti maður að sjá heimildamyndina áður? Nei, það sem að mér fannst gaman er að ég vissi ekki hvernig þetta myndi fara allt. Já, ok. Þannig að ég myndi taka heimildamyndina á YouTube eftir myndina. Þá sjáum við líka bara hversu vel þetta er gert. Ég ætla að sjá hann í kvöld. Það er mikið að góða myndum í bíó. Ég hendi mér á, þú reyndar bara að sjá hann líka, ég hendi mér á Prisoners hann í síðustu viku. Já, stórkostleg. Mér finnst hún geðveik, sko. Mér finnst hún bara Silence of the Lambs 7 quality, sko. Já. Hrikalega góð, sko. Svo mikið að myndum að koma núna, framöndan. American Hustle, sami leikstur í gerðarna, Silver Linings Playbook og Fighter. Hún lítur hrikalega vel út, Christian Bale. Já. Svo er hérna Wolf of Wall Street, DiCaprio og Scorsese mynd. Það er líka skal ég segja, náttúrulega það sem ég spenntastu fyrir er Anchorman 2 sem er á leiðinni. Anchorman 2 er koma, Ég held að það verði einhver veislan. Maður getur alltaf hent fyrst í. Já, ég heyrði líka í Ásgeiri Kolbens og kærastunars Turbo við Skjæðvik. Þannig að við viljum kíkja á hana, hún er frábær líka. Það er sem sagt snýrlinn að keppa í kappakstri. Hér með Vans Joy. Skemmtilegt. Já, mjög gott lag. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blu. Það eru Auðun Blöndal og Jón Gunnar Geirdal sem verða með ykkur til 6 í dag. Og við erum í Fantagýr, strákarnir. En já, ég minni á, ég glemdi náttúrulega að segja hann. Það er velunnið ekki, enginn segir. Ætlar ekki að bjóða upp á Samloka og Juice? Það er Samloka og Juice aftur. Glæsilegt. Lemon Boy býður upp á Samloka og Juice fyrir besta í Enginn segir. En já, ég ætla að ræða hérna við þig, Jónsi. Við höfum rætt þetta áður hérna í þessum þætti. Það er Snapchat. Já. Sem er gríðarlega vinsælt svona app hér á Íslandi. Mjög vinsælt. Og víða. En núna var að koma út hins vegar nýtt app sem heitir SnapHack eða SnapHack. Okay. Og já, þar basically getur þú downloadað svona appi sem að seifar myndirnar inn í fótos í símanniðinum án þess að aðri sjáu það. Serðu, eins og veist, ef ég sendi þér Snapchat sem ég liggi bara í einhverja skemmtilega stellingu
sendi þér það og þú ákveður að taka screenshot af því og þá fæ ég tilkynningu það. Já, þá veist að ég var að veist það. Já, Jón Gunnar Gerdal tökka screenshot. Já. Og þannig að maður vissi, ef þú varst að fýblast í einhverjum OKR hann tekur screenshot, þá ertu ekki að senda einhverja flipmyndir á viðkomandi, sko. Alls ekki. En núna hins vegar komið app sem að, er stórhættulegt verið svona flippara, því að þarna geta þær seifað myndirnar á þess að... Og engin veit. Nei, engin veit að því. Já. Og þetta er svona, þarna eiginlega bara komið út app, svona bara til þess að eyðileggja eiginlega. Já, bara með vesen. Já, þetta er eiginlega bara leiðindi. Já. Reyndar sko, ég líti á Snapchat. Já, maður fær aldrei eina myndir þær. Og ef maður fær einhverja myndir þær, þá er hún drepleðileg. Já, hörru, einu myndin sem... í bíó eða eitthvað, farað að senda eitthvað smá flip, maður. Einu myndin sem ég fæ er þú og Egil steik í ræktinni að fá okkur í glas, á leiðinni í ræktina, ég geta pizzu eða eitthvað. Þetta er einu sem ég fæ, sko. Hörru, nei, ég hef sendið flipmyndir. Já, þú sendið mér, alveg, þú sendið mér geirvörtumynd, alveg rétt. Já. Hún var yndisleg. Mjög sexy fyrir sending. En, já, þannig að þú ert lítið á Snapchat. Ég er lítið á Snapchat, ég er gaman að Snapchat, sko, mér finnst það skemmtilegt. En ég er lítið á þessu. Það er kannski að fara að bæta í þar. Já, þannig... Þú ert mikið þarna. Já, það er gaman. Þú ert mest á Twitter samt ekki? Jó, mest á Twitter og líka hérna á Instagram. Já. Þú ert nú mjög öflugur á Instagram. Já, ég hef gaman að taka myndir. Það er bara, maður veit alltaf hvað það gera. Já, líka við bara real time update. Hvað er gamli? Gert allanir. Hann að taka bensín. Besta Insta það. Já, besta Insta. En nú vitið það allavega kæru hlustundur, þannig að þið skuli fara varlega. Við þurfum að koma eitthvað svona app. Já. Selja svo Zuckerberg það á 10 miljardar. Já, sér það. Þetta SnapHack app, það sem sagt kostar $1 að downloada þið. Já. Sem er yfirlega, 120 krónur eða eitthvað. Já, já. Og getur eitt ímyndaði hvað downloada það sem margir. Endalaust, sko. Já. Ég meina, Instagram var keypt á $1 miljard, 2 ára gammalt fyrirtæki. Já. Takk fyrir. Hvernig, þetta er í hug eitthvað gott app? Já, við bara erum að fara í það strax. Bara blöð appið. Hvað vantar? Það vantar ekki, ekki svo að vanta Snapchat. Nei, sko það sem var svo fallegt við Snapchat er að myndindamundu og vídjón eyðast. Nú, það er basically verið að eyðileggja það fyrir mann. Já, nú er það í svona flip. Já. Sendi eitthvað grín, svo getur bara Tóti trúður út í bæ verið að vista þetta, sko. Já, sem er ekki gott. Vertu alveg hreinskilinn, ég veit að þú sendir leiðileg snöpp á mig. Já. Hefurðu tekið tippað mig það, svona... Hef ég tekið, eftir að spyrja hvort ég hef tekið tippað mynd á Snapchat? Nei, hefurðu tekið myndaðir þar sem út nakinn? Nei. Ekki þetta sendt konunni eða hvað með? Nei, bara miklu minna. Nei, ok. Hvað er að ræða hér? Ekki heldur. Einmitt. Kannski bara myndir að þér berðisum út all land bara á SnapHack. Já, það er svo sem ekki í fyrsta sinn. Við gerum þetta í vinnun á sínum tíma. Ég er Svepp og Pétur. Já, þetta voru alltaf berðasæðir. Ég veit að sé margar óþægilega myndir sem ekki líta dagsins ljós. Það er minn almátt. Það sem var líka með það, sko, það var svo þægilegt ef að segjum að koma áskorun og það klifur upp á strætóskýli þegar strætó er að koma. Já. Þá var það ekki nóg að fyndið. En það var strax orðið fyndið ef að Sveppi var allsbyrjum á strætóskýli. Já, já. Sveppi reyndar, hann er með óþægilega strípilöngun, sko. Já, líka bara... Hann er bara gaman að þessu. Já, það er líka svo gaman að hafa nakinn. Já, ég veit það. Það vaksir eins og grísku guð. En við skulum fara hér í auglýsingar. Svo er það sturla staðreyndir, enginn segir og flottilega keppnin. Það sem að þemaðið er upp á hlægið okkar sem kom út árið sem við fengum bílprófið. Þá erum við að tala um 1997 og 1967. Taktu þátt í Coke Zero leik 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hver skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Er ekki lífið dásamlegt? Góð tilfinning að standa undir mánaðarlegri greiðslubyrði? En óvæntu útgjöldin? Þau detta nú inn á bestu bæjum. Þá er alltaf hægt að bjarga sér tímabundið. Smálán. Ekkert stórmál. Arnold Schwarzenegger, listen to me, these are my tortillas. Live Nation og skapandi viðburður kynna Live and Kickin með Pablo Francisco í Hörpu 24. október. Take that, you nincompoop! Tryggðu þér miða á miði.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Með My Kind of Love, flott lag. Já, þetta sá ég live í sumar. Já, þú fórst á... Wireless í London.
Hún með svaðrödd. Já, flott live líka. Já, ég er bara að rubba inn að því þú mætir ekki. Akkurat. Ég vil minna fólk á landsleikin á eftir. Það er ekki bara landsleikur á morgun. Heldur er nú leikur hér á Íslandi á eftir. Það er U21 árs landslið okkar sem er að fara að kostum þessa dagana. Já, tablusir. Já, tablusir eða ekki og er að fara að spila við Frakka núna klukkan 6:30. Já. Og já, það eru örugglega einhverjar svona framtíðarstjörnur líka. Já, vantar Pogba við nokkar. Já, hann er ekki. Nei, en hann er hörkulið, þetta er U21 og frökkum sko. Þannig að að gera að fjölmenn á völlin og fara og styðja strákan okkar. Það er líka bara gaman að spá í þessi yngri landslið, því þau eru hrikalega góð. Já, það er björt framtíð í íslensku fótbolta. Já, besti Blikinn í sumar, hann er miðvörður í landsliðinu. Sverrir. Já, U21, svakalega leikmaður. Það eru með fantalið og já, líka fínt veður, þannig að það er að gera að henda sér bara á völlin. Já. En það er hins vegar komið að sturluðum staðröndum hér hjá okkur í FM 95 Blö og þær eru 10 eins og alltaf og fínar þennan mánudaginn. Erst þú tilbúin, Jónsi? Ég er klár. Hlustendur klárir? Já, allir til. Þá byrjum við bara. Hjartað í steypireið er stærra en flestir bílar. Sko, og svo fór ég eitthvað að skoða þetta betur. Hjartað í steypireið er á stærð við vörubíl. Hjartað? Já. Bara hjartað, Jón. Vá, maður. Hæ? Það er ekki smá veikindi, maður. Ég var einmitt í hvalaskoðun í sumar. Sá ég ekki steypur? Jú. Var hann ekki stóra mikill? Já, ég meina, þú getur rétt ímyndað. Kynntust ekki konunni þinn í hvalaleit? Nei, það varst ekki þú. Í hvalaskoðun? Hún er þetta tágrann. Fáum hér næstu. Karlkyns býflugur deyja þegar það er fáða. Eistun springa. Þá deyja þér? Já. Þannig að... Það bömmir það? Þetta er erfitt líf. Ég meina... Og hversu sexy þarf bíflugan að vera? Þú ákveður að vaða í þetta? Já. Hún þarf að vera helviti sexy. Því þú veist að þetta er bara þitt síðasta. Eða kannski vita það ekki. Gott í kroppin, þú er bara farin. Ég þurfti að googla þetta betur. Kannski vita að flugunar ekki að það deyja þegar að fá... Jú, örugglega. Heldur það? Nei, kannski ekki. Það getur ekki verið að vita. Herjú, ég ætla að hjóla í þessa. Já. Þetta er pían sem ég ætla að dreipast yfir. Já, þá líka spurning. Geta þær leikið sér sjálfar? Píflugur, heldur það? Nei, örugglega ekki. Geta það hvað? Geta, veist, af því að það deyja að stunda kynlíf. Eistun springa. Það er svona karlkyns bíflugur. Heldur það geti, veist, leikið sér sjálfar? Geta bíflugur stunda sjálfsfrún? Er þetta að spyrja maður þessu? Þetta er bara spurning fyrir eitthvað mun gáðari en mig. En það hef ég aldrei, þetta er spurning sem ég bjóst ekki við að fá í morgun þegar ég vaknaði. Nei, hvað myndur þú halda? Nei. Ég held ekki heldur. Ég held ekki. Nei, segð mér þá. Stunda dýr mikla sjálfsfrún? Já, dettur inn. Ég verður með nokkra sturlaðastæðanir. Það dettur inn. Já, fáum við það næstu. Samkynniðir svanir, sem sagt karlkyns, samkynniðir svanir, reyna að lokka kvenkyns svani í þrísom til þess að stela eggi frá þeim. Eru svanir samkynniðir? Í hvaða staðir eru við komnir í það? Hvað er að gera sér? Já, það er dettur inn. Bara eins og hjá okkur fólk. Svanir eru samkynniðir. En já, þeir svanir, sem sagt karlkyns svanir sem eru samkynniðir, þeir reyna að lokka kvenkyns svani í þrísom til þess að stela eggi frá þeim. Til að geta eignast börn. Vá. Já, afkvæmi. Þetta er bara með í einkennilega að ég heilt lengi. Samkynniðir svanur en að plana kvenkyns dýri í þrísom til að stela eggina þeir, svo er ég ákvæmi. Já. Já. Lærur þú að vera hérna? Ég er bara, þú ert sko ótæmandi brunnur fróðleiks. Það er akkurat málið. Svo Justin Timberlake, hér er styrullu staðrönd hann. Hann grét á hverju kvöldi í rúman mánuð eftir hann hætti með Britney Spears. Hver veit þetta? Hann hefur greinilega sagt þetta í viðtali. Í alvöru? Já. Hann grenja ekkert í heila mánuð, þetta kjaftaði sko. Nei, hann var í rusli yfir þessum. Náttúrulega Britney á þessum tíma, maður. Ég var að deyja úr ást af henni sjálfur. Hún var skemmtileg. Já, og rosarætt. Ekki það, hún er huguleg í dag líka. JT, já. Justin, já. Hann grét í mánuð. Já. Hefur þú grátið í mánuð, Jón? Nei. Svo er það næst. Allt vatn sem þú drekkur í dag hefur verið drukkið af einhverjum öðrum. Sturlu staðrind. Og óþægileg staðrind. Mjög óþægileg, svona violating í staðrind. Mundu það næst þegar þú færið vassúpa. Það hefur einhver annar drukkið þetta. Hvernig, byrju... Já, ok. Já. Þetta er bara sturlu staðrind. Þetta er bara sturlu staðrind. Ekki ljúga þær. Nei. Það eru eitt annað en svanið. Þeir eru makast að eilju það ekki. Jú. Er það ekki? Jú. En það er spurning. En samkynið við svanir, ætli þeir makast á eilju líka það? Já. Allir svanir. Allir svanir makast að eilju. Hvað heldur það þeir séu eitthvað lauslátur en hinn er það?
Ég veit það ekki. Að þið eru samkynniðir? Nei, bara alls ekki. Útlandi fordómar eru þessi? Nei, róli. Við erum bara að það samkynniða svani. Heldur bara því að hann sé samkynniður og hann sé bara með öllum? Ég er bara einhvern veginn, bara svanir finna sér maka að eilífu. Já, sem er mjög fallegt. Sem er bara gullfallegt. Þá er eitthvað fyrir næstu því ástjúkan þig. Já. Svo er það hér, endur á stærð við hesta lifðu í Ástralíu fyrir cirka 30.000 árum. Það er ekkert annað. Sér það fyrir á tjöldinu? Ég er að segja, bara í önd sem er bara á stærð við hest. Það er rosalegt maður. Pínu vesen að fara að gefa bara brauð. Já, það er bara allavega að þú vart að gefa munn meira. Svo er það hér, Vernon Troyer, veistu hvað það er? Það er dvergurinn í Austin Powers. Já, Mini-Me. Mini, alveg rétt maður. Hann þarf að gera öll sín áhættuatriði sjálfur því að það er ekki til áhættuleikar í hans stærð. Það finnst mér ekki skrítið. Þetta er kannski ekki stundlust aðrið. Þessi er bara jafnvel fyrir eitthvað augljós. Eða steindi þetta hendi þessa? Já, en hann sem sagt bað einhvern tímann áhættuleikara og það fannst ekki. Það fannst enginn í þinni stærð. Sem er ekkert skrítið. Það er ekki, hann er mjög lítið. Það þyrfti bara að fá eitthvað 30 ára badd til að leika þá áhættuatriði. Nú ég efast að foreldrar myndi leyfa það. Nei, eitthvað minna held ég. Hann er, hvað er hann ekki, 82 cm eða eitthvað. Vá, það er ekki neitt. Það er bara, hann er dvergur náttúrulega. Ég veit. Ég veit. Ó, hvað minnir mig í dvergur? Sturlu staðrind. Þetta er erfitt fyrir hann, kallinn. Já. Hann er nú samt ekkert mikið í áhættadri. Ég hef nú ekki séð Vernon Troyer í bíóm bara í einhver ár. Nei, það er ekki sér að kastónum eitthvað út um alls, sko. Og hvað? En langt sé ég þetta hendi í Austin Powers. Já. Er það ekki fínir í dag, eða? Það er spurningan er eldast. Maður að tekka þeim. Já, ég hló mikið í bíó þetta á sín tíma. Já, það voru góður á sínum tíma allavega. Breskar beljur eru með öðru í þessi hreim heldur en aðra beljur. Það gat nú verið, maður. Það er með svona breskar. Það er með svona tjallarhreim. Þetta sé einhver það fróður beljur og hann býtu hvað er hún bresk þessi það? Þannig að þá eru þær með öðru í þessi hreim. Þessar staðrindin eru dásamlega, maður. Þetta er skemmtilegt. Samkynniði svari, breska beljur. Það er svolítið mikið að dýra staðrindur núna. Egil hlaði fíla þetta. Hann vill alltaf fá staðrindur dýr. Sjálfsfróun bíflugna. Nei, það var ekki staðrind. Það var vangavelta út frá staðrindum bíflugur. Já. Takk. Svo er það Bill Gates. Þessi er mjög skemmtileg og áhugaverð. Bill Gates lætur alltaf latasta fólkið hafa erfiðustu vinnuna. Því að það mun finna léttustu leiðina til að gera. Þetta er góð punktur. Já. Og hann hefur vist gert þetta í mörg ár. Þetta er mjög góð punktur. Hann kannið alveg um Bill Gates. Já, aðeins. Áhugaverð staðrind þarna. Þannig er ekkert verið að tala um samkynniða svani eða... Nei, þetta er mjög aðeinsverð. Það er allar aðeinsverðar. Já, það er allar góðar. Það er misflippaðar. Svo er hér önnur mjög góð. Pandabirnir. Það er mikið að dýrum þetta. Þetta er gott. Pandabirnir, þeir sopna bara þar sem þeir eru. Það er bara þar sem þeir verða sipnir. Þeir ekkert að fara heim þannig. Þeir bara hendi í smá kríu. Já, ef pandabirnir sipin, þá bara leggst það niður og fer að sofa. Já, hann er ekkert að fara heim næs, sko. Já, þægilegt sko. Það er ekkert upp í rúm og undir sæng. Nei, þetta er svona minnið mig á Bon Jovi lag. Wherever I lay my head, that's my home. Það minnið þig á Bon Jovi lag, sofandi panda. Já, en það er líka sko, ég var með aðra staðrindum pandabirnir daginn og það var í Kína getur þú fengið dauðadóm fyrir að drepa pandabirn. Já, og þeir eru friðir. Já. Það er ekkert annað. Það spáði líka bara ef að Þeir drepa pöndu? Já, fyrir undan það er náttúrulega enginn að gera það. Nei. En líka segjum að þú drepur óvart pöndu kannski. Já, og það er bara svona aflífaður. Hvað er fyrir þetta bróðinu, Jónsi? Hann er dáinn. Okkur, hann draf pandabjörn í Kína og hann kerði á pandabjörn. Það er ekki vinsælt þar. Það er bara í ramastól. Ég er enda að setja ánað auðvitað og ákveðið að vera að drepa pöndur. Já, það er bara, veist. Já, allavega. Dauðadómar, kannski. Já. Svo er það síðasta sturla staðrind dagsins og hún er líka tengd dýrum. Krókódílar geta ekki stungið úr tungunni. Sturla staðrind. Geta ekki stungið úr tungunni? Það geta ekki ullað á þig, basically, ef það hjálpa. Nei, ok. Nei. Þá er þetta komið. Krókódílar heilla mig. Já, það er svona hrikalega grimmir. Vicious einhvern veginn, maður. Ég er mjög gaman. Ég er svona Attenborough BBC dýralífs þáttanött, sko. Ég er mjög gaman að því. Það var líka æðislegt innlegg í 60 Minutes með Cooper-görnum. Þá var hann að kafa með krókódílum. Því að ef þið fara á kaf, þá fattar þær ekki, veist, þú getur, hann var bara kafa við hliðina þeim. Í alvöru? Já. Ég myndi að litla þóra því ekki, sko. Það er bara aldrei. Góður, hefur séð á veiða það? Það er bara grimmistu kvikindi í heimi. Það er eitthvað svalt við krókódíla. Ég líka, sko, ef þið ná takja á þér, það er engin leið fyrir að losa þig. Nei. Engin, sko. Það er grimmist. Hver var upp á staðrindin í dag? Mér fannst samkynniði svanir afar athyglisverð. Já. Og svo fannst mér þessi vangavelta bíflugurnar mjög sérstaklega. Vita þær að því ef þær stunda að fara hjóli í hittkennið að kallinni að þið drepist. Akkurat, þetta voru sturlaða staðrindir þennan mánudaginn og þessi maður greið í mánuðin.
in thrilling new living sound. Þetta Justin Timberlake með TKO. Þetta sem gott lag. Já, þetta mjög flott. Við erum að hlusta hér á Undarblöð og Herra Ísland í FM 95 Blöð. Ísland einsás. Já, takk fyrir það. Það stýttist hér í, Enginn segir, Barnalandið og Flottulagakeppnina. Ertu búinn að finna lag fyrir Flottulagakeppnina? Já, ég held ég myndi lendi í vandræðum. Það er aðeins lengra síðan að ég fekk bílpróf. Já, þema í dag sem sagt flottasta lagið árið sem við fengum bílprófið. Já, en ég það sést 1991. Já, þú mátt ekki segja núna hvað lagið er. Nei, alls ekki, sko. Ég er bara vestanst að svona 2-3 lögina sem er komað sterklega þegar. 1991, þá er ég 11 ára að flytja frá Svíþjóð aftur á Söðukrök. Já, ok. Þannig að þá varst þú byrjar að keyra. Þarna ég var bara maðurinn, bara í FG maðurinn. Við vorum ekki vinið þá. Nei, það er ekki bara að kynnast á. Þetta hefði verið skrítið. Það hefði pínu verið skrítið. Þú varst að hanga með einhverjum 11 ára dreng. Já, nýkomin frá Króknum. Þá var ég bara frá Svíþjóð. Það var bara eins og ég væri fórnalambið eða eitthvað. Við skulum fá hér auglýsingar og svo er það Enginn segir, þannig að nú er síðasti séns. Já, hörru, það var skemmtilegt Enginn segir síðast mannstu. Já, þetta er skemmtilegu liður og það er Samloka og Juice í boði frá Lemon fyrir þann sem að kemur með það besta í dag. Þannig að hendi þessu endilinn á Twitterin núna eða inn á Facebooki FM 95 Blöð rétt á meðan fyrir mjöglýsingar. Taktu þátt í Coke Zero League 10-11. Þú gætir unnið PlayStation 4 eða PlayStation Vita. Þetta er einfaldur leikur. Þú skellir þér í 10-11 og færðir Coke Zero og í hvers skipti fer nafnið þitt í pottinn. Líkurnar á vinningi aukast því við hverja ferð. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Bátur mánaðarins á Subway er skinkubátur og kostar aðeins 450 krónur. Subway, eins og þú vilt hafa hann. FM 95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Gríðarlega vinsælt hér daginn þetta lag. Og við bara já, bara ég voru ekki, það var sumar. Já, fínasta lag. Gríðarlega vinsælt. En það er hins vegar komið núna að dagskrárliði sem að heitir Enginn segir. Og já, við erum búin að fá helling sendan hingað bæði á Facebookin okkar og inn á Twitter. Og ég ætla að fara að lesa hérna, svo þú ert að hjálpa mér að velja besta. Og það er vinningur Samloka og Juice er hann sem er með besta Enginn segir í dag. Heyrir. Það er komið. Hvað segir þið? Það er hellingur kominn og nú bara hefst smá lesning. Sæþór Sumarlegason, Breaking Bad eru lélegir þættir. Enginn segir. Það er enginn að fara að segja það. Nei, ég er endar alveg sammála því. Gauti hér, djöðlega ánægð með að Gummi Gumm skulle vera búin að taka við danska landsliðinu. Enginn segir. Það er enginn. Er það líka maður? Já. Það er, ég veit ekki hvað maður finnst þetta. Þetta er, já, ég veit það ekki. Stunda bíflugur sjálfsfróun. Enginn segir, enginn spyr. Segir Sæþór Sumarlegason. Ólöf Rut, ég vona að landsliði komist ekki á HM. Enginn segir. Nei, ekki shit. Það eru margir reyndar hérna að tala leikinn á morgun. Já, það er allt lítið á leiknum, eðlilega. Já, og svo er hérna hann Hólmar Árna. Ég vil vona ég að systir minn byrja með Sveinandra. Enginn segir. Ég skil það ekki. Er það ekki top lawyer? A successful lawyer þar? Já, mér fannst það vitið. Hegill Ásbjarnason. Herðu, Nonni Tattu náðu bara ekki að plugga þessu. Enginn segir. Takk fyrir aðeins. Þannig Egill Eyjólfur Ásberg. Hversu gott er að fá högg á vittlausabeini? Enginn segir. Ekki sem Hallur Jónsson. Hvað leikur er þetta á morgun sem allir er að tala um? Enginn segir. Það er, maður sjá, þetta get ég ekki lesið, miður, maður sjá. Nú, ok. Það er nokkur að það sem eru fullt gróf. Er ekki hægt að fá einhvern annan en Gumma Ben til að lýsa landsleiknum á morgun á Bylgjunni? Enginn segir. Ég er þetta sammála þessu. Hann fór á kostum síðasta föstudag og hann er einmitt að lýsa á Bylgjunni á morgun. Ok. Þannig að hérna, það er stemming. Svo ég er nú talað um lýsinga, ég vil taka ofan fyrir Rikka G. okkar manni, hann er skemmtilegur að lýsa. Já, mjög góð. Hann má eiga það maður. Mjög góð. Kallinn. Davíð Guðrúnarsson, Eiður er ekki með touch. Enginn segir. Nei, hann er með touch. Já, Darri Tryggvason, ég panta miðjusætið aftur í. Enginn segir. Þetta er gott. Það er þetta svolítið til í því.
Svo hérna gott að vera laus við Hemma úr Eyjum, enginn segir. Já, ég held að Eyjamenn séu ekkert allt ánað með það. Skrítir múi núna í Pepsi-dildinni. Já, það er mikið af liðum sem eru núna að losa sig við þjálfara. Ég er brjálaður yfir því að Senkun verða á sjónvarpsfréttum annað kvöld út af landsleiknum gegn Noregi, enginn segir. Guðmundur Egill með það, mjög gott. Og svo hún Guðrún Mjöll hérna með nýja lagi með Paris Hilton og Lil Wayne verður á repeat næstu daga. Enginn segir. Það er gott. Og þetta er mjög gott. Mér Snapchat svo leiðilegu miðl, enginn segir, Bryndís Rós. Og svo fer ég hérna yfir í næsta, hérna eru nokkuð góð. Átni Rúnar, þú vil held ég að Sjakk sem er lítið tippi, enginn það heitar... Það er enginn að segja það. Nei. Ekki séns. Eitthvað til í því. Vákvað, mér finnst alltaf töff þegar stelpur eru með lokk í tungunni, enginn segir. Já, það geta ekki alveg verið. Það geta alveg verið. Það fara að skapa sko. Og svo, þá var það Facebooki hérna í lokin, sá hvað er best hér og... maður sjá... Auðun Blöndal með fallegustu tær landsins, enginn segir. Það er rétt. Það er enginn að segja það. Ég hata fótbolta, enginn segir. Já, herru, hérna er eitt gott. Hekla Björg. Þú vil alltaf að prófa krókudíl, enginn segir. Þannig að eitthulið þarna. Þetta er gott. Já, og þá spyr ég Jónsi, hvað var best í dag? Tökum eitthvað landsliðs eitthvað? Það er svo margir. Gummi Ben. Já. Já, með Gummi Ben eða með... Sko, mér finnst Gummi Ben góður, Sveinn Andri góður og... Já, Sveinn Andri var þetta helfindi, sko. Það er ekki að gefa hana það. Jó, gefa hana það. Já, hann er búinn að vinna sér inn samloku og juice á lemon þennan, mánudaginn. Við ætlum að fá hér smá Drake og svo er það Barnalandi. Ertu að vera tilbúið með það? Það er klárt. Ok, svo er líka flottulegakeppnin og annað framöndan. Heim strákandir, tæpur klukkutími. Þetta er hrikalega gott lag. Já, við erum búin að minnast á það áður og... Já, ég heyrði þann gott cover á þessu dag. Arctic Monkeys, BBC Live Lounge eitthvað. Já, ok, það er hérna kom alltaf geðveik cover þar á þessu BBC Lounge eða hana. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Fá hérna þekkt bönd sem taka lög eftir eitthvað aðra. Já, Kings of Leon með... Robin, sem við hendum í held ég fyrir. Það er einmitt þar og hveit ég eitthvað til að tjekka á því. Hvað heitir það aftur? Me in the Corner, hérna... Hvað heitir það? That's me in the corner, watching you kiss. Hvað heitir þetta? Mindfuck núna. Við erum bara að tjekka másu bara. En það er allavega, það er komið á dagskálið hér í FM 95 Blöð. Dancing on my own. Dancing on my own. Þarna? Já. Komið á dagskálið sem að er í þínum höndum, Jóngunar, og heitir Barnalandi. Hvað ertu með handa okkur í dag? Það er Barnalandið. Já. Ég hérna... Þú er búin að skoða þetta sínum mættir. Já, þetta er hérna, þessi vefur er svo skemmtileg maður. Fólk er að opna sig alveg grimt að það, sko. Já, sumir aðeins. Ekkert aðeins og bara allt og mikið. Ok. En allt í lagi, fólk getur því bara frábært. Það er líka á Facebook. Ég hef tekið eftir því. Fólk er að opna sig full mikið að stundum. Ég sönd fólk bara lifi lífi sín á Facebook. Það getur séð bara hvort það sé hrest eða drama eða vesen eða hvað, sko. Það er svolítið svoleið, sko. Hérna er eitt stráður. Sem geta verið falskir. Já, hendi þetta. Og það er svona, hvað, segð okkur. Það þolið ekki, sko. Segir það messages. Já. Allavega, hörðu, hérna fyrirsögn, hversu vel þekkjuru einhvern, spurningamerki? Hversu vel þekkjuru einhvern? Já, hversu vel þekkjuru einhvern, áður þú býður viðkomandi að kíkja í kaffi, koma og spila með fleirum, koma í ammæli, hvort sem verið þitt eða barnan sem þá vinur, skástrík vinkonum þín í partítíðin. Já, já. Hún katalist þetta, hún er bara nýlega flutt, þekkir svo fá að einhvern veginn að kynnast fólki það gengur svo mikið ægjum og gefum. Okay. En er svona spá hvenær maður er að taka skrefar inn að hóa saman einhver dæmi eða þó ekki nema bjóði í kaffi. Hún er sérst flutt í blokkina og þekkir engan og er að bara bíða eftir því hvernig hún er að banka og bjóði í kaffi eða spil eða partíð eitthvað. Hvað, það fólk í blokkinu? Það hlýtur að vera maður. Þetta minnir bara stigagangin í okkur á þriðutana eða fymtuðum. Er nýlega flutt, þekkir svo fáa. Já. Ok, ég hérna flutti fyrir, rúmu árið síðan, 1,5 ára síðan að hvað er. Ég er alveg slakur í rúpnusólunum, sko. Ég er ekkert að banka á því öllum. Já, þú náttúrulega þekkir, hún er örugglega að vera að flytja út á landi eða eitthvað svona. Það hlýtur eiginlega að vera, sko. Þekkir örugglega engan annan á svæðinu. En hún fær lítið viðbrögð. Já, þetta er samt alveg ágætis spurning. Þetta er góð spurning. Hvenær byrjar að banka upp og sig að kikið í kaffi spjalla, að kynnast nágrannum eða bara fólki í hverfinu eða eitthvað, sko? Já. Er ekki líka... Ertu mikið að banka þarna? Það er orðið aðeins erfiðara líka því eldri svona verður, maður enga stund að kynnast einhverju þegar maður... Já, bara krakkar út að leika, það er ekkert vandamál, sko. Þú verður ekki út að leika í dag. Nei, minna. Einhver fullorðin kona fluttur á landi í einhverja blokk og fara bara að banka upp og bara...
Já, einhvern veginn verður hún að kynnast. Já, ég algjörlega, sko. Hún var að skrá sig bara, veist, getur hún ekki hent sér í utandeildin í blaki eða eitthvað með þeim eða eitthvað? Ekki eitthvað svona? Getur hún hent sér í utandeildin í blakinu með blokkinu, eða? Ekkert í blokkinu, bara til að kynnast fólki. Já, bara til að kynnast fólki, að fara í eitthvað svona, eitthvað, veist, gönguhóp, hlaupahóp, ég veit það ekki. Já, ræktina eitthvað. Já, til dæmis. Svo annað. Hvað var fólk að segja samt? Var það ekki þetta? Hún fékk hérna lítil viðbröð, ekki verið að það fyrir algjörlega eftir hvernig ég að fíla fólk, segir einn hérna. Sumir býð bara strax, aðra lengur að komast að, og sumir komast bara ekkert að. Ef það er einhvers sem finnst þú verið að tengja eitthvað við, þá er að gera bjóða og bara sjá hvernig það fer. Hún er samt svona meira í að einhverju deiti þarna, sko. Já. Veist, hlaði að banka bara, kikki í kaffi og svo komið stuðu, sko. Banka bara. Já. Viltu vera vinur minn? Sæti þetta Sigrún í 104. Er ég með kaffi hérna uppi? Já. Það er samt, það myndur örugglega eitthvað að kíkja bara. Alveg örugglega. Og ekkert mál mér, bara ekkert vera feiminn. Nei, hvað er þetta með meira? Mér fannst það skemmtilegur. Hvert fer fólk að skemmta sig sem er komið við fertugt? Já, þetta er góða punktur. Það er hérna damaspyrja sem segir: ég hef ekkert farið út að jam í 6 ára og fór svona í bæ með vinkonum minni en við vorum lang elstar allstar. Er maður eða kona alveg úrelt eftir 40 árin? Já, ég er fertur eftir heilt ár. Hvert ferð þú, Jón Gunnar? Ef einhver getur hjálpað henni sem það er. Það er eitthvað aðeins styttra sem ég kíkt út á lífið, heldur en 6 ár. Já, þú varst á 50 daginn, slefandi á Ingo Viðugum. Ég var eitthvað ekki slefandi, ég var vissulega að fá mér í góðum félagskap, takk fyrir. Svo byrja bara einhverja vingur hérna, ert á besta aldri, já, ert á góðum aldri og datarraða. Einhver segir það bingo í Vinabæ, mér starta að trefildið. En bingo í Vinabæ er þetta mjög skemmtilegt, sko. Ég hef ekki farið í bingo í Vinabæ, spila við ekki sjálfur. Það er ótrúlega, sko. Það er skemmtilegt það. En svo, já, það er mjög gaman, sko. Svo bara segir fólk hérna alls konar, þú fer náttúrulega bara skemmtar svo vilt skemmtar. Ég er náttúrulega oftast bara í einhverjum hópa fólki. Já, það skiptir einhver máli hvert þú verður þegar þú ert í réttum vinahóp. Þá er ég ekki bara að segja þetta, sko. Ég fer bara, Lebowski, Vegamót, danska, English, austur, bara B5, lofti, kaffibari, maður bara þræðir eitthvað í góðum félagskap, sko. Já, það er ekkert einhver eitt staðu fyrir 40 ára. Já, ok, 40 pluss, ég ætla að henda mér í það. Nei, ég bara skemmti mér það sem er gaman og með skemmtilegu fólki, sko. Ég er lítið að spáði það. Já. Þú veist, er það ekki? Jú, bara ekki spurning. Já, þú kikir nú annars út á lífið. Dettur inn. Dettur inn, mér maður fer bara sem það er fjör. Já, líka og félagskapur. Svo er það líka bara svona, hvernig sem er bara svona kvöldskipt einhvern veginn. Það er bara eftir hvernig stemming er í hópnum, sko. Stundum bara trúbadar og English að dönsku frábært og stundum ertu bara í kaffibarni bara karaoke. Karaoke og livepub. Það er veistla. Já, þú ert mikið karaoke-maður. Þú ert mikið karaoke-maður. Já, ef það er, sko, mér finnst mörst að fara í karaoke ef það er til dæmis afmæli eða eitthvað svo leiðis. Já, karaoke, keila, lóni, þetta er svona sterkur þarna. Já, ég minna, það er ekkert mikið annað í bóðið hérna. Karaoke, já, nei, ok. Þá er þetta út með afmæli eða... Já, ég er sammála. Þetta er þétt afmælisdagskrá og skemmtilegt. Þetta er go-kart, ég fer ekki í go-kart. Ekki það voru náttúrulega ekkert að jamma í go-kart, en... Nei, en það er skemmtilegt. Þannig að þú segir hann að fara bara með vinkonunum hvert sem er eða ekki? Já, ekki vera að spá í það, þú veist, já, ok, ég er fertug, ok, hvert fer ég þá? Vill ég bara fara sem er skemmtilegt það? Það er aldrei 40 ára eldri hér. Já, ég menn það er enginn að spá í það. Það er shit, píanómið í hodnum, hún er örugglega fertug. Hvað er hann að gera hérna, maður? Það er öllum sama, sko. Fáðu bara í glas og slaka á. Öllum drullu sama. Öllum drullu sama, maður. Vistu með eitthvað meira að það verður, er þetta komið? Nei, þetta er bara komið. Ég er bara ennþá velta þessu lægi fyrir mér sem ég fari í eftir. Já, það er einmitt. Flottulega-keppnin. Næst á dagskrá, það er flottulega-keppnin. Og þemað í dag er uppáhaldslagið árið sem þú fékkst bílpróf og það var 1991 hjá Jóni Gunnari og 1997 hjá mér. Fáum auglýsingar, svo er það flottulega-keppnin. 15 krónu afsláttur á afmælisdeginum þínum. Dælulykill Atlantsolíu. Noregur Ísland í beinni og 5 Carlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðakór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í síman þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. 957 FM. I've never seen a diamond in the flesh. My friends and I, we've cracked the code.
með lagið Royals, þetta er vinsælasta lagið í Bandaríkjunum í dag. Aðeins búið að spila lagina. Já, það er svona á síðasta snúning, en samt ennþá flott. Ja, mjög gott lag. En talandi flott lög, þá komið að flottulega keppninni. Já, hver á að byrja? Ég held að þú að byrja síðast, en það komið að mér að byrja. Og það er ekki flóknar reglur, við spilum hér 90 sekundur cirka af uppáhaldslægi okkar. Og þema í dag er besta lægi sem uppáhaldslægi árið sem fekk bílpróf. Já. Og svo er þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur, þið hringið 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði, vinnur flottulega kemmina. Þú ert 1997. Ég er 1997 og þá kom út hellingur af flottu lögum. Já. Og margt sem að, þegar ég fór að skoða listan, það var ýmislegt sem rifið upp gamla og góða tíma. En ég held að ég sé með róttökið á þig. Já, það? Já, ok. Og það var ekkit bara greinilega uppáhaldslægi mitt. Var þetta vinstasta lagið 97? Já. Þú veist svo vængi, hvað lag er þetta? Við skulum bara fá mitt lag. Kæftuðu þetta á maður. Þetta eru Puff Daddy og Faith Evans með I'll Be Missing You. Hann var blöð reyndar ekki búinn að kaupa sér rauðan Hyundai Coupe. Hann var rúnt á Subaru sem mamma hans og pappi áttu. Þarna var gamlega að vinna á FM. Vildi ég bara með fyrst bara sem byrjaði að spila þetta. 5 manna fjölskyldi. Þetta er mitt framlag hér í flottulega-keppninni. Þetta lag kom út 1997 þegar ég fekk bílpróf. Og engin smá smellur, sko. Já, maður hlustaði ansoft á þetta á rúndunum á Sauðárkróki. Já, það ekki? Já. Þú varst á króknum. Já, þetta er eitt af þeim lögum sem ég actually var að reyna að hringja inn á útastöðar og biðja óskalag. Já, þetta var brjálæðislega vinsælt á sín tíma. Já, þú varst að vinna á FM þegar ég var að hlusta á þetta á rúndunum. Það voru við strákarnir að spila þetta. Kannski, kynntur þetta einhvern veginn þegar ég var að hlusta? Alveg bóttið. Alveg bóttið. Svona, getur... Svo hér 16 árum seinna við mætti félagarnir. Hvað heldur þú? Ég sé þig ekki vinna þessa keppni. Nei, sjáum til. Með eitthvað ásvip í erminni. Sjáum til. Hörðu, árið 1991. 1991 fekk Lemon Boy bílprófið. Já, sætla minninga. Já. Og ekki það þetta lag. Það var ekki vinstrumferð á þetta. Latti er innan fyrir utan, atvinnulaus. Það búið að setja hvað það er Latti hérna fyrir utan atvinnulaus? Það búið að setja tíkall í trúðun. Heldur betur. En þetta er lag sem er spilað stanslaust síðan í rauninni. Alltaf á sumrin. Ok. Þetta er minn maður Will Smith. Kallaði sig þarna The Fresh Prince. Já, ég ætlaði að segja, það hlýtur að vera Fresh Prince. Já, DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince. Og þetta er svona eitt af þeim lögum, maður bara færi ekki leið á þessu. Þetta er spila bara leið og glittir í sólu. Það er sól í dag. Já. Það viljum að henda hér í Summertime. Summertime og þetta kom út árið sem að Jón Gunnar Gerdal fekk bílpróf. Já, þetta er gott lag, maður. Þetta er endar, það er sömmur í þessu og það er nú sól úti. Já, það er hlaut að koma að þið að fengjum smá byrtu. Já, þetta er DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince, Summertime og uppáhaldslægið þitt 1991. Já, af mörgum góðum. Það var mörg góðum. Losing My Religion kom sterklega inn. Það er geggjalag. Grooves in the Heart og Now That We Found Love, fullt af svona partysmellum, sko. Já, en þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Það er 511-0957. Er það I'll Be Missing You eða er það Summertime? Skulum sjá hvað hlustendur hafa að segja. Fyrstur upp í 5 atkvæði, vinnur þetta og við opnum bara fyrir síman. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn, Auðun. Auðun, hakka þér kjallaði fyrir það. Já, fljóta ágreitt. Já, takk. Það er 1-0 hér, fáum næsta FM, góðan daginn. Já, góðan dag. Hver fær þitt atkvæði í flottulega-keppninni? Þú er alveg getað sleppt í að spila senna lagi, sko. Já, það er getað sleppt Summertime. Já. Blöðarinn var með þetta frá upphafi. Ég er ánægður með þig. Það er erfitt að keppa við I'll Be Missing You. Það er rosa erfitt. Já, hvenær ert þú fæddur? Það er 81. 81, ok. Þannig að þú fengið bílprófið ára eftir? Já, 98. Já. Hvað var uppáhaldslægið þitt? 98, manstu það? Nei, ég manna ekki. Nei, maður þarf að googla þetta, ég googlaði þetta á hann. Takk fyrir að ringja. Það er 2-0. Það er 2-0 og... Koma svo. Þú ert í vesinni, þú ert komin upp við reipinn. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er klálega Will Smith á virðingu skilur fyrir þetta lag en Notorious vinningin þetta skipti. Þarna þekki ég þig. Já, ég reyndar ánægður með lagið hjá Jón Gunnar en ég veit ekki hvað það var flottasta lagið 1991 samt. Það er annað mál. Það voru mörgóð. 3-0, takk hjá Ræðunur. Takk. 3-0, koma hérna. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Herru, ég verði að gefa Auðun þetta. Þarna þekki ég þig. Þótt að Jóns er frændi minn.
Þó að Jóns sé frændi. Já, þú veit ánægð með það. Maður held að maður fengi aðkvæða minnskosti frá frænda sinu, sko. Maður hefði ekki að spila svona spil. Hvað ertu statur? Já, ég statu í Stykkishólmi. Stykkishólmi, jafn mikil blíða þar og í Reykjavík? Ég held að það sé bara betri blíða hér. Betri blíða. Fallegasta bæjarstæði landsins, eitt af þeim. Já, Stykkishólmi. Já, mjög flott stær. Takk fyrir að hringja, vinnur. Já. Ok, það er 4-0. Já, ég væri til í sweep eins og við kallum þetta. FM, góðan daginn. Það er summertime. Nei! Eðurlega fyrir mig sweepið, maður. Ánægð með þið, vinnur. Þessi er í sólskinskapi í dag. Hvað ár fegst þú bílpróf? Það var 2000 eitthvað, ég man það ekki. 2000 eitthvað, Já, maður ekki með það. Já, ég er ekki eins og munið ekki, það er svo langt síðan, 2000 eitthvað. Það bættir einu ára eftir að Jón fekk bílprófið sig. 92? Já. Ok. Sko þegar Jón þá væntanlega 17 ára seinna. Varst þú ekki fæddur? Nei. Hann fílar samt summertime, ég rána með það. Takk fyrir að ringja. Takk að þið. Ok. 4-1. 4-1. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði, kæra listandi? Það eru Öddi. Já, 5-1, þarna. Tryggt. Það er í gangi. Takk hjálpa fyrir þetta og takk fyrir að ringja. Ég tók 6-1 síðast. Já, ég minna það var að því við tjekkum að sjá. Hver hefði fengið þitt atkvæði? Summertime. Takk samt. Þá er þetta komið. Já. Og þetta var þægilegu sigur 5. Já, ég er ekki sterkur í þessu tímaflakkinu. Þú er mjög gaman að því að nota svona tímaflakka því að það basically fækkar í hópi FM hlustenda sem bara er á lífi sem mann eftir þessu lög. Við erum allir að hlusta á bylgjunum nú, sko. Viltu meina að ég sé að svindla þegar við fyrir tímaflakki? Já, bara að Reykjavík síðdeis og Þorgeir Ástvalds núna og þau eru bara spennt að hlusta á viðtalið Sigmund Davíð, sko. Kills me, makes me feel a thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. Þetta er flott hljómsveit, virkilega góð. Já, mér finnst það mjög skemmtilegt, sko. Ég held að þetta sé í fyrsta sæti á íslenska listanum núna með þetta lag. Já. Þeir voru að hita upp fyrir U2 einu sinni, þegar ég fór á tónleika með U2. Hvar sástu U2? 200 ára afmæli Oktoberfest í München fyrir 3 árum síðan. Það er ekki það. Og hérna, ég reynda að fór líka á U2 í Barcelona 97. Já. Það er annar mál. Þú ferðast aðeins. Þá voru þeir að hita upp, One Republic, ógeðslega flott lög og maður svona, já, herru, þeir eiga alveg nokkuð lög, bara dröllu góðir og manni fannst soundið og allt svona flott. Já. En svo tók maður eftir þegar U2 mætti á sviðið að sko, þeir fengu kannski 15% af græjunum. Já. Þess að bara soundinu, ljósónum og öllu. Svo kemur U2 og þá blasta allt. Bara, sko, með þess að 15% er kannski stretching it. Já. Því að það er nokkuð ljóst að uppbyndunarbandið átti ekki að vera svalar heldur. Svo bara einhvern veginn turnaðist bæði sviðið og bara ljósasjóið og allt inn í heyrður svona 10 svona, þú heyrður alveg vel þegar þú voru að tala og syngja og þú er aldrei fattað þetta fyrir en þetta er náttúrulega svo rosalega græjur sem er í gangi þarna. En svo þegar Bono... Svo kemur U2. Já, bara you guys ready? Þá bara, heyrðu, vá, situr hann við hliðin á mér. Ég sá U2 í Boston. Það var skemmtilegt. U2 er hljómsveit sem að, sko, ég hef aldrei verið eitt greiðalega U2 aðdáðandi. Nei. En þetta er samt svona, þetta eru tónleikar sem held ég allir myndu fíla að fara á. Já, því hann líka bara endalaust af lögum svo þekkis. Maður þarf ekki að vera neitt gríðalegur aðdáðandi til að hafa gaman að U2 tónleikum, sko. Bara With or Without You, Still Haven't Found, Achtung Baby platan öll sömul bara, þetta er svakalir. Endalaust, en það var eitt sem var með góðan punkt hérna á hann í Enginn segir. Já. Með hvað maður er ánægður að Gummi Gummar er búin að taka við danska landsliðinu í handbolta. Já, það er ekki gott, sko. Þetta, veist, svona því meira sem ég hugsa þetta eru skelvilega fréttir fyrir íslenska landslið í handbolta. Já. Því að, sammála því. Sko, ég held að Gummi þekki leikmenn íslenska landsliðsins betur en þeir sjálfur, sko. Það held ég líka. Hann er bara búinn að sálgreina það alla og þannig að hvað gerist ef við mætum Dönum í undanúrslitum Ólympíuleikunum eða eitthvað? Það er ógeðslegt, sko. Sæmilega búið kortleikja okkur. Já, það er ekki hægt að kortleikja heilliði betur. Það er ekki hægt. Þetta er eiginlega bara, mér finnst þetta svindl. Já. Og svo snúum við þessu við, ef við fáum við vinnum þetta norska drastlannakvöld, vinnum þá, fáum Svíjana, þá erum við með Lagerbakk. Já, og hann er búinn að þjálfa Svíjana. Hann þekki Svíjana aðeins. Ekki það, ég nenni ekki að fá Zlatan hingað, sko. Nei, Zlatan geti farið illa með okkur. Það eru, sko, liðin sem eru líkleg, það eru Svíjar, Króatar, Grikkland og... Getur í Portugal. Já, Portugal. Ég nenni ekki að fá Ronaldo á Laugardalsvelli, sko. Til að pakka okkur saman. Nei, helst ekki. Eins og að vera gaman að sjá Ronaldo og þá var ekki best, náttúrulega nummer 1, 2 og 3, það er að vinna leikinn á morgun eða komast áfram áður og fyrir að hugsa svo langt, en ég held að myndi jafnvel henda okkur best að fá bara Grikki.
Ég var að ræða þetta í dag, ég er sammálaðna. Fá Grikki. Það engar súperstjörnur þar. Já, við bara með léttleikandi skemmtilegt lið, þeir eru svona varnarsinnaðir, sko. Já, Við viljum ekki Portugal. Nú er ég byrjað að stressa mig á leiknum aftur á morgun. Já, þú ert alltaf stressaður. Ég var hættur að hugsa manni í smá. Fættist stressaður, sem bara stækkar aðeins og mistir hárið. Ég misti hárið af stressi. Já, þá auglýsingar, svo lagi á leiðinni heim og fleira hér eftir smá stund. Starfsmaður okkar á plani í boði hússins á næstu þjónustustöð Shell. Hann dælir fyrir þig, en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Gerum tilboð fyrir hópa og afmælisveislur. Players, Búðarkór Kópavogi. Nánari upplýsingar á players@players.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Það ekkert langt í að þessi stúlka verði stærsta popdrottning heims, hún ekki bara orðið það. Þetta Selena Gomez með Slow Down og öll hennar lög að fara á toppinn í Bandaríkjunum núna. Já, vinsæl. Gríðarlega vinsæl úti. Hún ekki að kýla umbóðsmenn í Suður Kóreu með fyrrandi. Nei, eins og fyrrandi, Justin Bieber. En Jónsi, nú ert þú í sambandi og hefur verið lengi og áður. Já. Hvernig hafa konurnar í lífiðinu sagt þér þú ert að gera eitthvað rámt í kynlífinu? Ég er hérna á hún.is og er að lesa hér þráð sem heitir 6 leiðir til þess að segja honum hvað betur megi fara í kynlífinu. Yes! Elskar svona lista. Hvernig lætur Fjóla þig vita að þú ert að gera eitthvað rátt? Já, bara minna í því, sko. Við erum ekki að fara að ræða mig hérna auðvitað, verðstu alveg rólur. Þá förum við bara í Single Celebrity og förum að lista þetta upp, sko, hvað þú bara er annars leið. Róka, þú vilt ekkert opnaði með það? Bara, hvað hún segir? Gamli, hvernig nennir ekki að... Nei, við erum ekkert að fara af það, sko. Nei, ok, en hérna eru samkvæmt hún.is og þá eru hérna... Ekki lífur hún? Nei, þetta er okkar biblía. 6 leiðir til þess að segja honum hvað betur megi fara í kynlífinu og hérna er þess að svona hvetja hvernfólk, svona segja hvernfólki hvernig er ég að láta að vita. Já. Og ég ætla að lesa þetta hans fyrir. Númer 1, ekki gera of mikið mál úr þessu. Ef þú byrja samtalið á, ég þarf aðeins að tala við þig, þá ertu að leggja línurnar fyrir það að samtalið verði mjög dramatískt. Það vil enginn heyra, ég þarf aðeins að tala við þig. Svo við ráðleggið þér að sleppa því, dæmi, kannski verði betra að segja, hei, Jósafat, það er yndislegt veður, eigum að láta forleikinu endast aðeins lengur? Hver tala svona? Þetta er ekki... Jósafat? Ok, fyrst og það, heitir eitthvað Jósafat? Já, örugglega. Já, ok. Það er yndislegt, spáðið, daman er bara í stuði, það er stuð. Já. Hún lítur út á gluggan, hún er að finna svona einhver svona spinn á þetta til að láta viðaldast lengur. Það er yndislegt veður ef að láta forleikin endast aðeins lengur. Sem er sennilega bara eitthvað verst afsökum fyrir að láta forleikin endast. Þá viltu freka bara klára þetta og fara út í blíðuna. Já, ég hef haldið það. Strax klára það, bara skýta veður úti. Bara herðu Jósafat, það er skýta veður úti. Ekkert verið að drífa það upp. Nei. Það sé strax klára. Þetta hérna, hörru, við þurfum að tala saman. Það er eitthvað svona að vera að læna upp dramatíkinni þar, sko. Já, en svo hérna er reyndar og þetta er með þess að styrlu staðarinn. Það vill enginn heyra, ég þarf aðeins að tala við þið. Því að það er alltaf 95% fólks. Það er vesen. Sem slæmum hlut. Já, það er vesen. Svo er hér, veldu rétta tíman til að ræða málin. Já. Koddahjalið er til af ástæðu. Ekki fara að tala kynlífið ykkar yfir hádegis eða kvöldverði. Komdu með þetta umræðinu freka þegar þið er nýbúin að stunda kynlíf. Þegar þið er enn í þeim gýr. Dæmi. Ég held að það væri geðveitt að þú myndi gera svona með fingrunum. Mér er svo gott Ég kom með kjánarhótt bara á óþægilega staði. Þetta er svo von. Ég var til að heyra að ég lesa þetta með Sveppa. Hann myndi taka æðiskast. Ég ætla að láta Sveppa taka þetta morgun. Hann teki æðiskast. En já, er það ekki samt betra, Jónsi, að taka þetta svona í koddahjali heldur en í hátinu? Já, alveg pottþétt. En þið Fjóla er ekkert að lemma og hún er að segja bara, herðu Gamli, George Geist í nótt. Aldrei gera þetta aftur. Svo hérna, númer 3. Notaðu klám til að sýna honum. Auðveld leið til að sýna honum hvað þú vilt er að nota klámmynd. Jafnvel þó að þú horfið vanalega ekki á klám saman, þá er þetta góð leið til að sýna honum hvað þið langar til að láta gera við þig. Dæmi, sjáðu hvað hann er að gera þarna.
Viltu gera svona næstu? Það engin kona að fara að hlaða í þetta. Ég hef ekki heyrt það ræst þvælu. Sjáðu hvað hann að gera þarna. Viltu gera svona næstu mig? Já, það tala alltaf engin svona. Nei. Þetta bara eitthvað grei á hún.is að þýða eitthvað grei. Hvað í gang? Sér ekki hvað skvísur við þér. Bara henda bara goodwill humping í tækið og fara að sína hvernig það var að standa sér í stuðinu. Ég líka bara ef ég myndi sitja við liðina og bara segja þegar ég var í sambandi við liðina fyrirvandi. Sérðu hvað hann að gera þarna? Vilt þú gera svona næstu mig? Ég myndi spila bara, ertu okkur í limjum með það? Vá maður, þú verður að fara að hendi í kæra og svo ég ætla að ræða bauðin ykkur á mig hérna maður. Við verðum að finna Future Mrs. Blöð sko. Svo nummer 4, sýnd honum þína tækni. Það fá margir mikið út af því að horfa á maka sinn stunda sjálfsfróun. Sýnd honum hvernig þú gerir þegar þú ert ein með sjálfur þér. Dæmi, þegar ég gerir svona, þá fæ ég fiðringu með alla. Ég vil að þú gerir þetta. Þetta alveg sko. Sjáðu. Mér líður illa bara, ég fæ kjánarhóll á sko skelvilega staði. Sýnd honum þína tækni. Það eru svo svín hérna. Það eru tvær eftir. Ég verði að taka þetta með. Þú verður að klára það. Já, þú verður að Sveppi verður að lista. Sveppi urlast. Númer 4, við hljóttum að finna einhvern lið með þetta morgun við Sveppi. Númer 4. Sýnd honum númer 5. Prófið eitthvað nýtt. Stundum slæmt kynlíf, ekki endilega einhvað sem að kenna lélegri tækni. Heldur þau bara út af því að það af því að þú ert komin leið á einhverju. Ef það málið, þá að gera að prófa eitthvað nýtt. Segðu það við hann. Dæmi. Feillitrað. Já. Mér var alltaf langað að vera bundin við eldhúsborðið og þakin í rjóma. Getum við prófað? Ég að lamast yfir þessu maður. Maður tekur þetta allt saman. Þetta svo vond. Svo þetta í lokin. Kvettan áfram. Það það sem ég að líka bara einhver fótboltæfingu sko. Kvettan áfram. Ekki láta hann halda allt sem hann gerir sé ekki nógu gott. Láta hann vita þegar hann að gera réttar hluti. Dæmi. Ég get ekki. Þetta rosalegt góð með þetta. Dæmi. Vá, þetta sem þú ert að gera núna. Eða kannski bara, þetta er ótrúlega gott sem þú ert að gera. Bara eitthvað klappstýra. Þetta er geðveikt. Vá, þetta er gott sem þú ert að gera núna. Kvettan áfram, hvað er að gera sér? Já, kvettan áfram. Þetta eru 6 hlutir. Þetta, ég svitnaði þetta alveg. Tók á að hlusta á þetta. 6 leiðir til þess að segja honum hvað betur megi fara í kynlífun. En ertu með betra ráð, Jónsi? Það er bara gleymdu hugmyndir. Hendi eitthvað lag, hvað er eiginlega? Gleymdu hugmyndir. Já, hvernig á að fara yfir þetta? Nei. Já, við verðum að fara að finna. Það er samt svona grínlaust, þá ef maður á að vera með einhver ráð, það ekki bara... Góðan með það, hókin reynslu. Já, hókin reynslu. Þá reynskilin alltaf best, en þú þarft ekki að tala við makaðan eins og sé eitthvað tæpur, sko. Já, eins og sé bara eitthvað... Já, það er bara, þú veist, það er langt best að segja þá bara... Já, verður bara reynskilin, hvað er að gerast, maður? Já, bara, mér finnst þetta gott, mér finnst þetta ekki gott. Já, bara kvettan áfram, bara... Ég held að þessi til dæmis sé mjög reynskilin þegar kemur að kynlífi. Þessi, já. Það verður seint sagt á hún sé hallarastlega þessi Fía Þvílíkur töffari maður. Já, hún er svo vel, hún má eiga það. Hún var að fá sér tattoo með meitil eða ekki? Já, hún er reyndar með alveg nóga tattooum. Já, hún er með þessa tattoo. Já, svo ég líka, ég er að followa hann á Instagram og hún hattar ekkert að hendin myndum af sjálfur sér. Nei, það getur hún alveg skemmtilegt. Já, hún stillir bara svo margar í einu, mér finnst það svolítið steikt. Já, ok. En ekki það. Þetta er töffari og frábær tónlistarmaður, Rihanna. En það hins vegar komið, við bara eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Já, ertu búin að finna það? Ég er búin að finna ansi gott lag. Hvernig kvöldi í kvöld hjá Nonna Tattoo? Ég að spá ég að henda mér á Rush. Já, ég náttúrulega var að mæla með henni fyrir í dag. Stórkostleg bíómynd. Sönn Saga sem gerir hann líka úkslega flotta og hún þeir náðu sér på 10, þetta er alveg eins og þetta var. Ég hlakka mikið til sjána, sko. Já. Búin að sjá Prisoners. Búin að sjá Malmhaus, það hendur mér Rush. Kíkja á Rush. En þú? Ég er að spá ég er enda að snýra á mér öklanum daginn en ég ætla samt að reyna að fara í fótbolta í kvöld. Já. Reyna að teipa hann bara og reyna að vera með. Já, að gera maður. Ertu að horfa á, hvað heita Homeland. Homeland, ertu að horfa á hann? Ég er að horfa á Homeland. Já. Ég pirrar út í Homeland. Ég var að horfa á þátt nr. 2 í gær, bara á sunnudagskvöldi á Stöð 2. Ég líka. Full rólegur maður. Fyrstu 2 er bara vesen, sko. Já.
Mér finnst fyrstu 2 seríurnar frábærar. Ég geggja þetta eru bara með betri þáttum. Já, sammála því. Svo bara byrja núna fyrstu 2 þættirnir og það bara, þú veist, krakkir að koma meðferð og eitthvað og eitthvað drama og ég nenni sig ekki, sko. Það of mikið að væla einhvern veginn. Nú krakkinn grenjandi. Hann náttúrulega, þessi stúlka búin að grenja frá því, sko, að þættinni byrjuðu. Veistu hvað hann fara að minna á? Í dauðu vorkenni leikkonunni. Dóttir hans Jack Bauer í 24, manstu það? Þessu oft var þetta að ræna þeim krakkar, sko. Í alvöru, sko. Það er alltaf vesinn á henni, hún er alltaf grenjandi. Já, ég býð til Brody og hriðverkamönnum og einhverjum aksjóni og vesinni, sko. Það þarf smá aksjón í þetta. Já, það einskott að þáttur nr. 3 verði máli, sko. Og svo Claire Danes líka, hún brjáluð þarna. Hún aðeins búin að missa það. Já, hún líka alltaf vælandi núna. Já, þetta þarf að detti í smá aksjón, sko. Nú er maður búin að klára Breaking Bad. Já, House of Cards voru geðveikir og Breaking Bad náttúrulega bara, þessi 5. sería var náttúrulega bara tröfluð. Þannig að maður veit eitthvað smá aksjón. Game of Thrones er svolítið í það, sko. Sammála. Þannig að ég þarf að fara að taka þess að þú mælti með um daginn, Parks and Recreation, ég á það alveg eftir. Já, þá áttu 5 seríur inni, 5 seríur og það er stórkostlegt. Þetta er eitthvað sem ég get hort á aftur og aftur. Ok. Ég er búin að horfa á alla þættina oft. Þetta er góða gaman sér líka. Ég er mest búin að vera svona aðeins þingra, sko. Já, Leslie Knope, hún er svo fyndin maður. Já. En það er hins vegar komið að laginu á leiðinni heim og þetta er lag sem ég hef aldrei áður spilað í FM 95 Blöð en er einhvað síður alveg hrikalega flott og það er King Bubbi Mortens og Utangarðsmenn. Þér faðir alheimsins, segð þú mér. Vorum við ekki fædd þér til dýrðar? Eða sáu forfeður mínir ekki að sér? Þetta var í miklu uppáldi á mér fyrir nokkrum árum síðan. Hann á nokkuð lög. Já, Hiroshima hér með Utangarðsmönnum. Geggjað. Já, bara endurströðum. Það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Auðun Blöndal og Jón Gunnar Gerdal búin að vera með okkur síðan 4 í dag. Rikki G er mættur í stúdíu og ætlar að taka við okkur strákunum. Hann verður til 9. Þannig að endilega takið vel á móti honum. Takk fyrir að hlaupa hér í skarði, Jónsi. Já, bara enn og aftur gaman. Alltaf gaman að fá þig. Og já, ekkert verið að bögga þig á þessu tapi í flottulegakeppninni. 5-1, svona gerist. Já, ég baka þetta 5-0 síðast. Þannig að ég ætla að koma sterkur inn næst tíma. Svona gerist, Jónsi, ekki verið að bögga þig. Já, ég mitt ról. Ég vil þakka ykkur kæru hlustendur fyrir hlustunna í dag og vonandi nennið að hlusta líka á morgun. Þá verður Sveppi mættur klukkan 4 eins og alltaf. Takk fyrir daginn og hafið það gott í kvöld. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Arnold Schwarzenegger, listen to me, these are my tortillas. Live Nation og skapandi viðburður kynna Live and Kickin með Pablo Francisco í Hörpu 24. október. Take that, you nincompoop! Tryggðu þér miða á miði.is. Mucho tráfico! Nú býðst áskrifendum í stöð 2 Vild 20% afsláttur af sérstökum flugfargjöldum hjá Flugfélagi Íslands. Bókunar- og ferðatímabil 2. til 16. október. Kynntu þér þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. FM 95 Blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. God damn!